Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Brynjólfsson og beinir fyrirspurn til hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Frú forseti. Þann 9. apríl 2014 gerði þáverandi ríkisstjórn ansi magnaðan samning við fyrirtæki United Silicon í Reykjanesbæ. Þessi samningur var svona í ljósi sögunar kannski ekki sérstaklega magnaður fyrir íbúana í Reykjanesbæ, en hann var þeim mun magnaðri fyrir þá sem eiga United Silicon. Þar eru nefnilega að finna ýmis ákvæði, verulega safarík, svo ég noti það orðalag, afslætti og ívilnanir af ýmsu tagi. Kemur fram að fyrirtæki skuli greiða 15% tekjuskatt sem lægri en gengur að gerist, að almennt tryggingagjald skuli vera 50% lægra en önnur fyrirtæki þurfa að greiða, fasteignaskattur skuli vera 50% lægri, gatnagerðargjald 30% lægra og svo framvegis. Í 7. grein þessa samnings stendur: hámark styrkhæfra ríkisaðstoðar samkvæmt ákvæðum 5. og 7. greinar samnings þessa skal vera 484,8 milljónir íslenskra. Þetta uppfært til dagsins í dag 506.527.000 ef eitthvað er að marka reiknivél Hagstofu Íslands. Og því leyfi ég mér að spyrja hæstv. ráðherra, hversu háar upphæðir er hér að ræða hingað til af þessum 506 sem United Silicon hefur hlotið í ívilnanir? Þá tekur til máls hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina, segi það hér að ég veit ekki hver þessi tala er, en biðla því til þingmannsins að annaðhvort senda óformlegt erindi til mín eða ráðuneytisins eða óska eftir skriflegri fyrirspurn til annaðhvort skriflegs svars eða munnlegs svars þar sem er hægt að taka þetta saman, en við þessu hef ég ekki svar á reiðum höndum hér. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Brynjólfsson. Ég þakka ráðherranum svarið, sem þó var ekki svar. Í framhaldi af þessu langar mig að beina hér spurningu annarri sem snýr að ákvæði 19. greinar öðrum tölulið. Þar stendur og snýr nefnilega að skýrslugjöf. Það kemur nefnilega fram: til tryggingar á réttri notkun ívilnana samkvæmt samningi þessum ber félaginu að senda atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu árlega skýrslu framvindu fjárfestingarverkefnisins, hlut ívilnunar í framgangi þess, samtals fjárhæð veittar aðstoðar á undanförnu ári og tilgreiningu annarri starfsemi aðila ef einhver er. Sem sagt, þessi samningur var undirritaður fyrir 3 árum. Samkvæmt því ættu að vera komnar 3 skýrslur í hús til ráðherra. Ég spyr, hefur þessum skýrslum þá ekki verið skilað? Eru þær opinberar eða þarf að fara fjallabaksleið til þess að komast í þær? Þá tekur til máls að nýju hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, frú forseti, ég hef að minnsta kosti ekki orðið vör við skýrslu sem hefur komið inn í ráðuneyti frá því að ég tók þar sæti. Ef að skýrslum á að hafa verið skilað, þá vona ég að þeim hafi verið skilað. Hafi þeim ekki verið skilað, þá er það ákveðið vandamál. Hvernig umgjörðin þessi skýrsluskil eru, þekki ég ekki. Ef að það er ekki einhver sérstakur trúnaður skýrsluskilin, þá vona ég að þau séu annaðhvort á heimasíðu ráðuneytisins eða að minnsta kosti falla þau þá mögulega undir upplýsingalög og það er hægt að óska eftir þeim. Ef það gildir ekki sérstakur trúnaður það, þá er sjálfsagt að eiga frumkvæði að því sjálf að birta þær eða koma með þær. En að öðru leyti, hvernig þessi fjárfestingarsamningur er í þessum svona nákvæmari atriðum, þekki ég ekki, og hvort að það hafi verið skilað þá árið 2015 væntanlega og 2016 fyrir mína tíð. Ég hef að minnsta kosti
ekki fengið upplýsingar um það, en ég hef svo sem ekki fengið upplýsingar um það sem sagt hvorki af eða á.